Hvers vegna bifreiðaeldsneytisverð hærra hér á landi en víðast hvar annars staðar? Fyrir það fyrsta þá ljóst í mínum huga að það mjög margt í íslensku hagkerfi sem ýtir undir það að verð í ýmsum þjónustugreinum gæti verið hærra en í stærri hagkerfi með aðra eiginleika. Þegar við skoðum niðurstöðu frummatsskýrslu eftirlitsins að þá áhugavert að sjá að þau lönd sem raðast í kringum Ísland ýmist á sama verði eða hærra verði eru til að mynda Noregur og Færeyjar. Það sem þessi hagkerfi eiga sameiginlegt með Íslandi að vera strjálbýl, tiltölulega fámenn, einangruð að einhverju marki. En síðan getum við talið til ýmsa aðra þætti sem hafa vissulega áhrif, líkt og vaxtastig, regluverk, samkeppnisumgjörð og fleira. Að mínu mati þá dregur skýrsla samkeppniseftirlitsins ekki nægjanlega vel saman helstu orsakaþætti og til þess að við gætum svara þessari spurningu með fullri vissu að þá þyrfti að leggjast í mun dýpri og ítarlegri greiningar heldur en sjást í skýrslunni. Horft nægilega mikið til samkeppnissjónarmiða við skipulagsgerð sveitarfélaga? Ef við horfum á þetta í aðeins breiðara samhengi þá hefur viðskiptaráð tekið undir þau sjónarmið samkeppniseftirlitsins að samkeppnismat sé gagnlegt tól til þess að tryggja að laga- og reglusetning hafi ekki óvæntar afleiðingar í samkeppnislegu samhengi, af því að minnst sérstaklega á skipulagsmálin að þá höfum við vissulega tiltekin dæmi til að mynda innan Reykjavíkurborgar þar sem að skipulagsmál geta haft áhrif á samkeppnisumhverfið og þá ég að vísa til þeirra skorða sem eru settar við byggingu nýrra eldsneytistöðva og samkeppnismat af því tagi sem eftirlitið hefur lýst væri það til þess fallið að greina með hvað hætti þetta hefði áhrif á samkeppnisumhverfið og hvað væri þá hægt að gera til að bregðast við því eða lágmarka mögulegan skaða. Hvernig hægt að auka samkeppni á eldsneytismarkaðnum? Já, í mínum huga kannski réttari spurning hvernig hægt að bæta hag neytenda á markaði eða auka hagkvæmni atvinnugreinarinnar. Samkeppni auðvitað bara tól í átt að þessum markmiðum. Í skýrslu eftirlitsins kemur meðal annars fram að eldsneytistöðvar á Íslandi eru tiltölulega margar sem að dregur þá vissulega úr hagkvæmni greinarinnar í heild. En þar kemur jafnframt fram að neytendur á Íslandi meta aðgengi að eldsneytistöðvum mjög mikið. Það sem að skiptir þá kannski sköpum hversu mikið meta neytendur aðgengið. Ef að virðisauki neytenda af þessu mikla aðgengi nægjanlega mikill, að þá má kannski segja að það sé ekki vilji til staðar hjá neytendum til þess að knýja fram þessa auknu hagkvæmni. Með því væru þeir þá að fórna aðgengi. Og þetta ákveðin greining sem ég hefði viljað sjá eiga sér stað innan skýrslunar. Það að segja hvernig meta neytendur aðgengið samanborið við kostnaðinn og þar með hvata greinarinnar til þess að hagræða í þá átt sem samkeppniseftirlitið tala fyrir.